Jæja, góðan daginn. Já, Það er virkar þetta. Velkomin í miðvikudagsspjallið. já, gott að sjá ykkur. Heyri ykkur, finn ykkur, eitthvað. Þetta sjá mig á skjánum. Alveg með þetta. Ég er bara í bullum í dag, þannig að Já, ég verður bara já. að taka William fyrir verki. En við ætlum aðeins ánum fyrir á stað, það var mjög tæp kosning í dag, Já, mjög margir sem kusu, en það skildi bara eitt atkvæði af. Vinsalustu. það er svo spennandi. Já, en í dag ætlum við semst að tala um innsæi. Hvað er innsæi og hvernig hlustum við á það? En áðurum fyrir það, þá ætlum við aðeins að renna yfir svona það sem er helst á döfunni hjá okkur. Við vorum núna rétt á hana að vinna efni fyrir hjartdagurinn fyrir Já. júní og júlí. Við vorum nú komna með efni og vorum svo spenntar yfir því og svo vorum við að hafa ofan í þetta og skipuleggja mánuðinn og Einmitt. bara ótrúlega spenntar að já, fyrir efninu, eitthvað svona sem er alveg, og við erum yfirleitt alveg svo spenntar fyrir þessu, en stundum er það eitthvað sem er svona frekar kannski nýtt fyrir okkur að kafa ofan í og þá finnst okkur það alltaf ekstra spennandi Já. og En í júní ætlum við að já, vera að skoða sem sagt framtíðarsýn, bara framtíðarsýn okkar fyrir heiminn, fyrir samfélögin í kringum okkur, fyrir okkur sjálf og ætlum aðeins að svona kíkja ofan í það já, topic. þá sannlega ljósveru með okkur í þeirri vinnu og svo í júli þá ætlum við að rýna í samvitundina. Já. Ótrúlega spennandi. Gera ýmis verkefni varandi samfundin og svona tilraunir sem að verður mjög skemmtilega. Ég er að fara að kenna englareiki. Já, það er búið að vera 3 og 4. brjálað að gera í englareikinu núna í maí. Já, það voru Mikið af fólki sem sækir í þetta núna. 10 á námskeiði hjá mér hérna í bænum fyrir 4 vikum og 10 á námskeiði í Eyjafirðinum helgina á 1 og 2 námskeið og svo er 3 og 4 námskeið núna í vikunni. Já, sem er nánast fullt, þetta sé ekki eitt Jú, byrjar á morgun. Já. Og ég er mjög spennt að fá nýja englareikimeistara í hópinn. Það er dásamlegt þegar fleiri komast inn í þessu. Og þetta er líka, já, einmitt, þetta er svo góð okka að vera í. Já. Svo er í næstu viku, 5. sálafóðrið. Já. Við ætlum að vera með leiðsagnarspilanámskeið í sálafóðrunu í næstu viku. Fylgja spil með og við ætlum að rýna í 2 lagnir saman, hver og eitt fyrir sig og Hjálpa þáttakutum að lesa úr þeim já, og læra að nýta spilin. já, og spil með námskeiðinu. Já. Og svo er styttist í ráðstefnuna sem við tókum þátt í. Já, við erum takað þátt í alþjóðlegri ráðstefnu sem verður 9. til 13. júní. Já. Andleg ráðstefna sem heitir Jesús. How can you be spiritually Já, creative? það. Já, þetta fjallar, hún er á ensku, öll erindin er á ensku og þetta er nú með skemmtilegri spjöllum sem við höfum Já, það er mjög skemmtilegt. og hún, Lauren Rose sem að heldur utan þessar ráðstefnu alveg yndisleg og 25 erindi, já, á þessum 4 dögum. já, 90, 11, 12, já. já. Og það er ókeypis að vera með. Já. Þannig að ef þið farið á Facebook síðan okkar eða Instagram síðuna þá eru linkar þar inni sem þið getið fyllt inn á heimasíðuna. Já. Það sem hægt er að skrá sig. Skrá sig og skoða erindin. Skoða hver er að tala. Þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt og mjög, mjög spennandi. Það er svo margt sem við getum talað um ánum tópikið, við höfum einhvers staðar að stoppa. Ég segi kannski frá því bara opið fyrir umsóknir í þín persónulega umbreyting, en þá snemskráningar frestur til 7. júlí sem er þá lagra verð, heldur fullt verð. Já. Og ef þú hefur ekki lust á kynningafundin endilega að kíkja á hann. Svo er það heilunættalína. Það er komin ný dagsetning á heilunættalína hér á höfuðborgarsvæðinu sem verður seinpartin í ágúst. Þannig ef þið hafið áhuga að skoða það sem er einmitt passar mjög við samvitundarþema sem við ætlum að fara í júlí. Þannig að kíkið endilega á það ef þið hafið áhuga á því. En þá vindum við okkur í málana. Hvað er innsæi? Og meðan þú ferði í það þá ætlum ég bara að fara fram og fá mig kaffi. Ok. Innsæið, já, þetta er náttúrulega rosalega stórt efni að tala um og eitthvað sem við höfum nú stundum rætt áður en innsæið er þessi tilfinning sem við höfum öll og allir hafa innsæi en innsæið styrkist náttúrulega eftir því sem við ræktum það og hlustum á það því að þetta er svona þetta sem bank hérna á bakvið okkur eða svona í okkur við finnum þessa tilfinningu og
ef við náttúrulega förum ekkert eftir henni, að þá hættum við að hlusta, eða hættum við að heyra eins mikið í innsæinu. Já, því meira sem við hlustum á innsæið, því meira styrkjum við innsæið. Já, Og innsæið er þessi, það er þetta að kalla þetta rödd hjartans, það er þetta að kalla þetta ýmsum nöfnum, en innsæið er fyrst og fremst eflist þegar við komumst í meiri tengsl við okkur sjálf. Þegar við rifjum í burtu öllu þessum látum sem oft er í höfðinu á okkur og orsakast af einhverjum ytri aðstæðum eða áföllum með öðru sem við höfum ekki tekist á við, að þá erum við náttúrulega bara stútfull af alls konar hugsunarmunstrum, blekkingum, hinu og þessu sem að hindrar okkur í að hlusta á innsæður. það er þetta svona endalausa blað upp í Já, haustum oft. já. Við erum kannski að eiga þessi sömu samtöl bara aftur og annað í staðin fyrir að náttúrulega stillum út af því, þá er miklu auðveldara að finna, að hlusta á innsæið. Já. Af því það er stöðugt að verki og það þekkja það náttúrulega allir að hafa tilfinningu fyrir einhverju. Að vita að við eigum að gera eitthvað, að vita að við eigum að fara eitthvað, að við eigum að tala við einhverja mannsku, einhver sé að fara að hringi í okkur. Þetta er innsæið að vinna. Og hver kannast ekki við það, hafa bara hugsað til mannesku og hún hringir augnablikki seinna. Þetta er innsæið að vinna. Já. Og náttúrulega orkutenging bara manna á milli Já. líka. Já. En eins og Alma segir, ég held við þekkjum öll þessa tilfinningu þegar það kemur fram eitthvað val í lífinu. Það er eitthvað sem við þurfum að velja hvort við ætlum að gera eða gera ekki. Og innsæið segir okkur að gera það ekki, en skilyrðingin okkar, þetta að okkur, við erum svo hrættum hvað að fólki finnst um okkur ef við gerum það ekki, við erum svo hrættum að hrista einhverja veggi eða hrinda fólki frá okkur eitthvað ef við segjum nei, þannig við segjum já. Og leið og einn búin að segja já, þá finnum við svona bara svona þyngst og við hugsum strax bara af hverju sagði ég já. Þá erum við að ganga á móti innsæin okkar. Þetta ég vissi betur. Ég vissi betur, já, og ég held við höfum öll farið inn í svona aðstæður. Já. Við höfum farið í vinnur sem við vissum ekki við áttum eða sem við hefðum aldrei átt að fara í, við höfum farið inn í sambönd sem við vissum við áttum aldrei að fara inn í, við höfum farið inn í einhvers konar aðstæður, hvaða aðstæður sem er í lífinu sem við vissum alveg áttum ekki, var ekki gott fyrir okkur að fara í að vera í, en vegna þess að við erum kannski hrædd við hvað fólki finnst um okkur og þá gerðum við það sem að innsæið sagði okkur að gera ekki. Svo eru náttúrulega vonandi líka eigum mörg dæmi um það þegar við fylgjum innsæinu og við fylgjum þessari sterku tilfinningu að við eigum að gera eitthvað, að við eigum að tala við einhvern, eigum að fylgja hjartanu, til dæmis kannski sækjum vinnu sem við teljum að við eigum engan möguleika í en við vitum að eigum að gera það eða við vitum að eigum að fara eitthvað, tala við eitthvað fólk, gera eitthvað, eigum kannski sækja einhvern viðburð. Þessi sterka tilfinning og bara vissa að við eigum að. Og það getur líka verið vissa að við eigum ekki að gera. Þetta getur verið vissan til dæmis að við eigum að bíða. Við eigum ekki að ýta á eitthvað. Við eigum ekki að reyna að pressa á að ná einhverju fram. Þetta núna er tími til að bíða bara róleg og sjá hvað gerist. Því að oft erum við að reyna að þvinga fram svör og niðurstöður sem eru bara hreinlega ekki, það er ekki alveg búið að elda það. Þannig að við þurfum aðeins að bíða þannig til að tilbúið að koma út rófnum. Því annars fáum við bara hálf unnið tækifæri sem er ekki víst að nýtist okkur eins og vel. Það var mjög góð myndlíking. Takk, maður meini kokkur. En það er líka þetta hausinn á svo mikið til að flækjast fyrir okkur og það er mikilvægt að, við segjum hafa það í huga, mikilvægt að muna að rökhugsun hefur afskaplega lítið með innsæi að gera og oft eru þetta hlutir sem ekkert endilega virðast vera rökréttir og við erum nú alveg þarna svona með ágætisvísinda heila en að muna eftir því að rökhugsunin er bara ekki alltaf rétt. Það er rosalega mikilvægt að muna eftir þessu þegar við erum á þeim stað bara, það er eitthvað í haustum á mér sem segir þetta af því það er rökrétt en tilfinningin segir eitthvað annað. Farðu eftir tilfinningunni. Því tilfinningin, innsæið þitt er að leiðbeina þér í þá átt sem er best fyrir þig. Hvernig hlustuðu betur á innsæið? Náttúrulega til þess að geta hlusta á innsæið þurfum við að þagga niður í öllum efasemdaröddunum sem eru í höfðinu á okkur stanslaust.
Og það gerum við ekkert nema að takast á við okkur sjálf. Við þurfum að skoða hvaðan koma þessar efasemdar raddir, af hverju eru það raddir. Og við þurfum að markvisst vinna í því að þakka niðurriðin. Og það er bara ferli sem tekur tíma. Hugleiðsla er mjög gott tæki til þess að hlusta á innsæð. Þegar við komumst í hugleiðsla ástand og náum að þakka niður röddunum þannig að þá fáum við oft ýmsar upplýsingar og annað sem að innsæðin er þá loksins að tala við okkur í gegnum skarkalan. Og það er líka bara svo mikilvægt að við hlustum á þegar það er þörf fyrir eitthvað ákveð. Við höfum svo oft séð þetta þegar fólk er að koma í þín persónulega umbreyting og það er að spá í hvort að það eigi pening fyrir hlutunum eða ekki, og þegar það veit að það á að mæta, þegar það veit að þetta er það sem það þarf, þá er alltaf séð fyrir, og þetta eru skilaboð sem við fengum frá ljósverunum, og það hefur alltaf gerst þannig að því hefur verið reddað. Og þetta er svo magnað hvernig meðan við hlustum á innsæið, hvernig hlutirnir oft raðast upp, fullt af öðrum svona dæmum, þar sem að hlutirnir raðast upp þegar við hlustum á innsæið og við förum eftir því. Já. Við gerum það sem við vitum að við eigum að gera, og það er verið að raða einhverju upp fyrir okkur. Við sætum til dæmis ekki hér. Nei. Ef við hefðum ekki fyllt innsæin okkar þegar að við komumst í samband við þau sem að þessum skóla stýra. Ef við hefðum ekki hlusta á innsæi okkar hvað það var, þá værum við ekki hér. En það að hlusta á innsæi þýðir líka samt stundum að maður þarf að fara á móti straumnum. Því maður finnur það eitthvað rétt fyrir okkur sem er kannski ekki endilega samfélagslega samþykkt eða samþykkt af fólkinu sem er í kringum okkur. En þess þá heldur verðum við að vera sterk í okkur til þess að geta staðið á okkar sannfæringu og fylgt því sem innsæi segir okkur. Því ef við erum alltaf öll að elta hjörðina þá breytist aldrei neitt. Það er akkurat málið, og þar vinnur innsæið mjög sterkt með okkur. Að vinna að því sem er best fyrir okkur. En ekki alla hina. Og ég held að við rekum svo oft á akkurat þetta einmitt í þessum málum þar sem að við hausinn kannski segir okkur og fylgjengur öðru heldur en hjarta segir okkur. Já, ég hlakka mér mikið til á hjartagurinn núna í júní einmitt að skoða þetta, hvað segir innsæið okkar framtíðina. Hópsinn sem er þarna, hvað er innsæið að segja okkur að breytingarnar verði, hvað þurfum við að gera sjálf til þess að breytingar megi verða. Og ég held að verði mjög svona sjálfseflandi þegar við áttum okkur á því, ok, það er ýmislegt sem ég get gert til að þessi sem heimsmynd sem við viljum sjá verði til. Við erum nefnilega óbóðlega kraftmikil þegar að við tengjum við okkur sjálf og leifum okkur að fylgja innsæðinu. Það er svo mikill kraftur sem býr í því, og það er ekki þar með sagt að við gleymum okkur ekki einstöku sinnum og værum náttúrulega ekki manneskjur ef við getum það ekki. En að sko þegar við fylgjum þessu innsæi, þegar við fylgjum þessari innri vissu okkar og við hlustum og leifum hausnum ekki að taka yfir og telja okkur trú eitthvað annað, það er oft egóið bankar upp á og bara þú getur ekki þetta og þú getur ekki hinsegin, en innsæi segir okkur annað, að þá virkilega fara hlutirnir að gerast. Svo getum við alveg fara út í flóknar hluti hvernig skilja á milli innsæis og ego og hvernig óttin að tala og hvernig innsæið, og það er bara, en þetta er allt því meira sem við, já, og akkurat, og því meira sem við bara tökum til í okkur sjálfum, því betur heyrum við innsæin okkar. Og þarna er hugleiðsla lykilatriði, algjört lykilatriði til þess að ná huganum, ná þessum hugsunum sem að fylla hausinn á mörgum okkar allan daginn og jafnvel nánast allan sólarhringinn, að aðeins að hæja á þessu blaðri þarna í hausnum á okkur, og það eru alveg leiðir til þess. Já. Og þannig náum við að hlusta á innsæið. Það er ekkert fyrir að við náum því að við erum virkilega að hlusta, við náum tökum á þessu spjalli í hausnum endalausu, að þá verður rými fyrir innsæið að vinna miklu sterkar með okkur. Við þurfum bara að æfa okkur í þessum litlu hlutum. Þegar við erum að keyra og höfum valum 2 leiðir, spyrjum, á ég að fara til hægri eða vinstri, og hlusta. Því að oft segir kannski innsæið hægri en maður bara, vinstri styttra, ég tek það, þá lendir maður í umferðarteppu.
og bara, hver tók ég ekki? Þetta eru svo margir hlutir, litli hlutir í daglega lífinu líka sem að skipta okkur máli. Líka bara varandi hvað matur er góður fyrir okkur og hvað ekki. Það segja allir að þetta sé rosa vont fyrir mannin, ok, spurjum bara líka, spurjum bara, ok, er lagið fáið mér svona núna? Og kannski segir líka með nei, ekki nú. Ok, svo spyr ég kannski eftir á morgun, þegar mér líður öðru við sögurum aðstæðum, er lagið fáið mér svona núna? Já, það er í lagi. Það er líka með það sem á að vera gott fyrir okkur. Já, líka Er einmitt. síður Það er mikilvægt, ekkert sko. eftir alltaf Það gott sem á að fyrir vera okkur gott öll, fyrir sko. alla. Algjörlega. Það er ekkert til sem er gott fyrir alla nema ást. Það er Já, eins og það er eina. Já. En svo líka bara náttúran hjálpar okkur Já. óbúrslega mikið með að við náum að stilla út af öllu því sem er að gerast í daglega lífinu. Förum út í náttúruna, náum bara að opna okkur, tengja við, leyfa okkur að taka inn þessa orku. Og það hjálpar líka ósælega mikið við. Og náttúrulega jarðtenging er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að því að ná tökum á haustum á okkur og vera ekki flögrandi alltaf einhvers staðar hérna uppi að jarðtengja okkur og það er ekstra mikilvægt fyrir okkur hér í svona loftlandi að hérna að við jarðtengjum okkur vel og við hugum að því þannig að jarðtenging, útivera, náttúran, hugleiðsla, þetta eru bara lykiltæki í því að og sjálfsvinna einmitt. Sjálfsvinna og svo náttúrulega líka leið og við tengjum við aðra og það er eitt af því sem að við höfum fundið svo mikið fyrir leið og við vinnum með öðrum þá magnast orkan upp og þar á meðal innsæið og við vinnum hraðar í gegnum hlutina með því að leggja saman heldur en að vasast ein í okkar hodni. Það er ekki bara góð lokaorð. Jú, en það er hægt að ef þú hefur áhuga að skoða hjartaakkurinn endilega kíkja inn á vefinn okkar starcoachacademy.is og það eru náttúrulega upplýsingar eins og sálafóðri í næstu viku og alla okkar þjónustu já, í rauninni. Já, og endilega kíktu á ráðstefnuna. Já, endilega. Það er upplýsingar hann inn á samfélagsmiðlunum hjá mér, þannig að kíkja á hann líka. Já, það er þetta. Það er næsta. Já.